Komið bless og sæl og verið velkomin með okkur í Hvíta máva. Ég sótti gestin okkar í dag, já bara til útlanda, náði reyndar í hann úr sumarfríi. Handknattleiksmaður með klístur á höndum, Arnór Atlason. Við ætlum að spjalla við hann hérna á eftir. Arnór, vertu velkomin. Takk fyrir það. Gaman að sjá þig. Í eigin persónu, ekki bara í sjónvarpinu. Þetta er dálítið skemmtilegur starfstitill, handboltamaður. Já. Þetta er náttúrulega Menn eru sko bílstjórar eða verkfræðingar eða hvað og þá ert þú handboltamaður. Hvernig líf er þetta? Þetta er öðruvísi náttúrulega. Þetta er eitthvað sem allan í mínu tilfelli sem ég ætlaði að verða og dreymdi að verða. Já, eins og marga unga drengi dreymir. Þannig að svo bara fyrst mér ég bara njóta þeirra forréttinda að fá að gera þetta og núna ég held ég fór út 2004 þannig að það eru komin 13 tímabil allan úti. Sem þú ert búin að spila í útlöndum. Já, sem ég get að kalla mig handboltamann. Þú ert korn ungur maður. Hvað ertu gamall? Ég verð 33 núna í næsta mánuði. Já. Þannig að korn ungur sem handboltamaður kannski ekki lengur Nei. En bara eins og sé, mér finnst að það vera algjör forréttindi að fengi að gera þetta í svona mörg ár. Já. Hvar ertu að spila núna fyrir þá sem ekki vita? Nú er ég komin til Álaborgar í Danmörku. Og er það gott? Er það gott lið? Frábært lið, við erum Danmörkumeistara núna strax á fyrsta ári. Það var mjög skemmtilegt. Ég átti heima náttúrulega 6 ári í Kaupmannahöfn og hafði spilað þar og eiginlega ætluðum við bara að slá okkur þar niður þannig sé. Vorum komin með nýja 3 ára samning og þá hafði verið búin að vera 9 ára á sama staðnum en svo fór klúbburinn á hausinn. Hvaða félag var það? Það var fyrst 4 ár í FC Kaupmannahöfn og svo 2 ár í AG Kaupmannahöfn sem var svona hálfgert ofurlið þannig séð og svo fór það á hausinn og eftir það búin að smá flakki þá fór 1 ár til Flensburgar og svo 3 ár til Frakklands og St. Raphael og áður kom aftur til Danmörku. Þannig að þú ert búin að fara töluvert milli landa? Já, eins og segja, þetta eru Þýskaland, Danmörk og Frakkland sem ég prófa. En fyrir utan það sko, þú átti náttúrulega sem barn heima niður á Spáni meðal annars? Já, og fyrstu 4 ára átti ég heima í Þýskalandi og svo 2,5 eitthvað á Spáni. Hvernig er með sko svona þvæling af börnum? Nú náttúrulega tekkir þú að bæði sem af reynslu sem barn og svo líka náttúrulega sem faðir. Hvernig með tungumáli? Talarðu öll þessi tungumál? Já, ég reyndi að tala spænsku ennþá sko, þó ég hef bara átt heima þarna frá 4 til 7 ára sko. Já. Og það bara þakka foreldrum það, þeir héldu þess að mér dálítið og það er frábært í dag, gaman að þessu að tala öll þessi tungumál og vonandi hjálpar það manni einhvern tímann seinna. Já, öll þessi tungumál, hvaða tungumál talar þú? Spænsku, frönsku, þýsku, dönsku og svo ensku og íslensku náttúrulega. Þannig að vonandi kemst maður eitthvað á því seinna meir. Þannig að þú verður bara tungumálakennari þegar þú hættir í handboltanum? Ég veit það ekki, það verður að koma í ljós. Já. En núna ertu í sumarfríi. Þýðir það að þú liggur bara í leti og borðar franskar? Kannski ekki alveg en maður tekur sér kannski viku í það og pústar aðeins eftir tímabilið en svo þú veist, það bara getur ekkert mætt í nútíma atvinnumennsku þannig séð og 3 kílóum þyngri? Legið kyrr í 4-5 vikur og mætti eins og lungu tilbaka sko, þú getur það ekki, það þarf að halda sig við og auðvitað er það stundum svona smá challenge að gera það, þú veist, þetta er bara að vinna það. Já, nei, þá ertu einn og þá þarftu sko, þá mætur ekki á æfingar eða í vinnunni sem maður segir, þú verður að taka á sjálfum þér og gera þetta. Já, mann er bara treyst fyrir þessu, þú veist, ég reynir bara að gera ýmislegt skilur, ég fer í fótbolta með félögunum og ég fer í crossfit eða eitthvað, svo hleypur maður og lyftir og eitthvað svona skilur, þetta er bara, þú veist, maður reynir bara að halda sig gangandi og vera sem flottastur þegar maður mætir út af. Já, og gera menn þetta almennt? Já, almennt, annars kemur það fljótlega í ljós á fyrstu æfingu hver ekki hafa gert, þú ert náttúrulega testaður í bak og fyrir og mætir aftur, þannig að eins og ég segi, nútíma atvinnumennsku þá held ég að sé enginn að Testaður, hvað áttu við? Bara svona, þú veist, það eru hlaupapróf og þú veist, þú ert vigtaður og þú veist, þetta er bara
Þeir eiga gömlu vigtartölunar þegar þú ferð í frí. Já, það bara þannig skilur, það bara nútíma atvinnumennska og það bara, þetta vinna, þú verður bara sinninni, það bara þannig. Sko, sumir horfa á þetta í einhverjum svona dýrðarljóma, þessu atvinnumennsku. Þetta dýrðarljómi? Mér finnst það náttúrulega bara frábært eins og sagði á, sko, þetta bara forréttindi og en þú veist, þú þarft að vilja þetta rosa mikið, þú þarft að nenni þessu rosa mikið, skilur, þú veist, það bara þannig. Þú getur ekki sinnt þessu á hálfum huga, þá nærðu ekkert áfram í þessu. Það bara þannig, en dýrðarljómið, auðvitað, þú veist, þetta vinnaðinn, þetta einhver starfsleið sem þú getur haft í x mörg ár. Já. Þú ekkert í handbolta til að vera 50, skilur. Það bara þannig. Þetta styttri vinnuæfi heldur en til dæmis flugmanna. Já, sjálfsögðu og bara flestra, þannig séð, þannig að þetta bara gaman og njóta þess meðan hægt er. Já. Hvar líkaði þér best, í hvaða landi og með hvaða liði? Það svo erfitt að segja svona hvað best, sko, víst. Okkur leið æðislega í Kaupmannahöfn, sko, bara út frá kannski líka út frá bænum náttúrulega, en bara liðin þar og félagskapurinn var bara frábær. Og svo aftur núna Álaborg líður okkur stórkostlega, sko, þannig að þú veist, getur sagt út af því að okkur finnist Danmörk það sem passa okkur hvað best, sko. Já. En svo hefði ég heldur ekki viljað sleppa árinu sem ég átti í Flensburg, sem bara eitt besta félagslið í heiminum, þannig séð. Já. Og svo hefði heldur ekki missað þessum 3 árum í Frakklandi. Nei. Þannig að ég hefði ekki viljað gera þetta öðruvísi heldur en þetta búið að fara, þannig séð. Þannig að þannig að erfitt að segja, þú veist, best, landsliðið náttúrulega kannski alltaf skemmtilegast. Já. Og hvað eftirminnilegast alltaf, en ekki bara segja Danmörku, ekki að Danmörku tíminn hafi svona það sem á eftir að sitja hvað lengst í okkur, held ég. Maður hefur heyrt á strákum sem að fara niður til Frakklands að tungumálið vefjist alltaf fyrir þeim. Hvernig að fara þangað? Já, það var náttúrulega kannski svona mesta challenge í, þú veist, kunni þýsku og dönsku þegar ég fór þangað og svo frönskuna og kunni ég ekkert mikið. En ég hef búin að hella mig dálítið út í þetta, meðan þegar ég vissi að ég væri að fara til Frakklands, þú veist, ég vissi alveg með hálfs fyrirvara, þannig að ég var Settistu þá með skólabækur? Já, ég var komin í bækurnar og geisladiskinn í bílinn og allt þannig að það hjálpaði. Ég hefði líka áhuga að læra þetta, þannig að það hjálpaði náttúrulega. En hvernig er misjafnlega tekið á mótimannum? Þú ert nýr maður, þú ert í einhverju liði, þú ert keyptur yfir til annars liðs í öðru landi. Hvernig eru móttökur? Hvað gert? Ertu sóttur á völlin eða áttu bara að mæta eða hvernig þetta? Það bara, þú veist, misjafnt eins og kannski bara fólki flest, sko, en í dag þetta samt orðið það á flestu stöðum. Þetta orðið það atvinnumannalegi klúbbar, þetta orðið almennilegt, skilur, það hugsað allt fyrir því, sko. En það sáum mikið mun hvernig var að koma til Frakklands, skilur. Við vissum ekkert hvað áttum að gera, skilur, og þurftum meiri hjálp þar, en það var kannski svona smá meira vesen, sko. Það var líka ungur klúbbur, ekki sami atvinnumann bara að vera á honum og öðrum klúbbum sem ég hef verið í. Ég hef verið mjög heppinn með klúbbana mína hingað til, sko. Þannig, en í dag þetta orðið þannig að þú ert að fara í góðan klúbb, þá bara vel hugsað um því. Og fjölskyldu þína, þú veist, það sótt fyrir á leikskólann og allt gert til að það líði sem best. En sko, sér þú sjálfur að útvega ykkur húsnæði eða það gert? Já, ég fekk hjálp við það til dæmis. Ég hef alltaf fengið hjálp við það. Hefurðu keypt þér hús eða leigirðu bara þér á hverjum stað? Ég hef alltaf leigt á þar sem ég hef verið í útlöndunum. Þannig að þú ert ekki sko hús í hverju landi? Nei. Þó væri fínt að eiga eitt á Rifurinn í Frakklandi, það er ekki það. Já, það veit það. En sko, allt náttúrulega byrjar þetta heima fyrir. Pabbi þinn var afburða handboltamaður og náttúrulega landsliðsmaður og fleira var í útlöndum. Spilaði mamma þinn handbolta líka? Já, ég enda man ekki eftir því, en ég hef bara heyrt einhverja hetjusögur, sko. Já, þú heyrt hetjusögur? Ég hef bara verið að trúa því og gerir það bara. En hún spilaði á einhverjum tímapunkti. Foreldrar þínir eru? Atli Hilmarsson og Hildur Kristjana Arnardóttir. Og þau búa þá hvar núna? Þau eru fyrir sunnan. Já. Þú ert systur sem er mjög góð í handbolta líka? Já, mjög góð og spilar í Stjörninni núna eftir að vera búin að vera úti. Já, hún fór til útlanda líka? Já, ég er búin að vera hér og þar og komin aftur heim og smá vesen með meiðsli og eins og gengur og gerist, það er bara... Og bróður minn náttúrulega spila í pausudeildinni líka, með Víking, Nú, já, þú átt annan bróður, já. Já, þannig að það er nóg að gera með pappa, horfa á alla ungana. Alltaf að fara og alltaf voru mamma og pabbi til. Já,
og er það ennþá, sko. Já, en sko, manstu eftir því þegar þú ert að byrja sem strákur, sko, eðlilega fórstu þá náttúrulega í íþróttir, fékkstu hvatningu í handbolta frekar en eitthvað annað, langaði kannski meir í fótbolta? Ég spilaði fótbolta örugglega fram í þriðja, ég held ég einhverja nokkra annarflokksleiki í fótboltanum og var alltaf þar, sko, en ég var kannski svona ljóst að ég væri meiri yfirburða í handboltanum heldur en ég var í fótboltanum, þannig séð. Já. En það var aldrei einn svona pressa á mér eitthvað að velja eitt eða þetta, sko, þó pabbi hafi verið meistaraflokksþjálfari á þeim tímapunkti sem ég valdi handboltan, sko. En það var bara út af því í raun að unglingalandsliðsverkefni voru farin að taka svo mikið tíma á sumurinn í handboltanum. Þú fór strax inn í það líka, sko, inn í unglingalandslið. Já, þannig að þú veist, þannig að það var í raun bara ekki tími fyrir fótboltan. Æfðu þið saman, þú og pabbi? Hann þjálfaði mig. Já, ég meina, hentu það milli heima og svona? Nei, ég man ekki eftir því, sko. En ég náttúrulega, þegar pabbi var að þjálfa, þá mætti ég á æfingar, þú veist, með honum, skilurðu, og bara horfði á gæjana og, þú veist, var að leika mér á með hann, bara eins og Gutti minn er að gera núna með mér, skilurðu. Já. Kemur með mér á æfingar og spriklar á milli. Og hvað heldur þú að hann geri? Ég veit að það er bara, hann er í fótbolta og handbolta og ég hef alltaf sagt, ég er ekki að fara að setja eina pressa á eitt eða neitt, sko, en ekki betra fyrir lífið en að heldur áfram í fótbolta bara. Já, en sko, hvaða skóla klárarðu áður ferð út í þetta starf? Sko, við komum hingað til Akureyrar, þá er ég að fara í 8. bekk og þannig að ég er síðasta árinu í gagnfræðaskólann, í Brekkuskóla í raun og klára það og fer svo beint í Emma. Og klára Emma á þessum 4 árum og strax eftir Emma fór ég út. Strax eftir menntaskóla? Strax eftir menntaskóla, bara sumar eftir menntaskóla fór ég út til Magdeburgar. Já. Og hvað, sko, nú ertu búin að vera, hvað sagði 14 ár? Já, 13. 13? Já. Í atvinnumennsku í handbolta. Ferð út stúdent. Stendur það ennþá þar sem stúdent? Ertu búin að læra eitthvað með þessu eða? Ég er raun alltaf búin að hafa eitthvað svona við hliðina, sko, að læra og ég tók viðskiptafræðingur hérna frá HA. Í gegnum fjarnám? Í gegnum fjarnám, það tók ég á, þú veist, 5 árum held ég. Þú veist, ég tekið alltaf bara hægt og rólega þannig sé með og svo núna 1 ár eftir í mastersnámi frá Bifröst í alþjóðafjármálum. Þannig að mér finnst fínt að hafa eitthvað svona aðeins við hliðina, svo maður verði ekki alveg ruglaður á þessu. Er þetta algengt hjá handboltamönnum, eða íþróttamönnum? Já, svona nokkri sem hafa gert eitthvað svona við hliðina. Já, ég meina bara svona þeir sem hafa verið með þér í liði útlendingar, gera þeir þetta líka? Misjafnt, mjög misjafnt, bara mjög misjafnt eftir fólki, þú veist, það er bara 50-50 það er ekki allir skólamegin, þú veist, margir að gera einhverjum öðru verkefnum og eitthvað svoleiðis, skilur, það er bara persónulega hefur mér alltaf fundist það bara gott að hafa eitthvað annað til að svona einbeita þess að inn á milli, það er bara mjög fínt, sko, og svo, þú veist, svo kannski eftir ferilinn standi ekki allt í einu bara á 0 punkti þannig sé. Já, eftir svona feril. Já. En fjölskyldaðinn, hver er konaðinn? Guðrún Jóna Guðmundsdóttir, heitir hún, Akureyringur og eigum við 2 börn, 11 og 5 ára. 11 og 5 ára, já, og þau eru náttúrulega væntanlega að sjálfsögðu. Eins og þú segir, Gutti þinn farinn að vera að leika sér í þessu og þau bæði kannski svona íþróttalega sinnuð. Já, ég bara í þessari viku var fyrsti KF-búningurinn keyptur á dótturina og þrjumað á æfingu á KF-svæðinu. Það var æðislegt. Er KF alltaf bakvið hjá þér? Alveg sjóðandi, sko. Ég missi ekki að leik í Pepsi-deildinni og ég er alveg bara all in á pöllunum ef ég næ leik, sko. Já. Alveg pottet ekki. Bara þessi ár sem ég átti hérna í KF voru æðisleg og í raun bara ógleymanleg. Og bara á sumrin að koma upp í KF-heimili og sjá uppganginn í þessu félagi, það er ótrúlegur. Og sjá allt í þetta lífi allan daginn upp í KF-heimili og þetta er bara frábært. Sérðu mikinn mun á því svona bara á íþróttum og öðru, sko, hér á Íslandi að það sem þú þekkir til frá því þegar þú ferð og þar til kemur núna? Já, kannski svona líka beinast við eins og var að segja með KF-heimili, sko, þú veist, það voru nokkrar hræður kannski að æfa á daginn og eitthvað svona eins og þegar við vorum þarna í fótboltanum og handboltanum, skilur. Núna er í gangi handboltaskóli með fullt af þátttökuðum í KF-heimilinu. Þú veist, það eru æfingar frá morgun til kvölds á KF-svæðinu og þú veist, á kvöldinu er allt fullt af krökkum að leika sér á gervigrasinu
Og mér finnst aðeinslegt bara að sjá uppganginn sem greinilega í gangi í félaginu, það er bara frábært. Þetta eitthvað sem þú sér, þetta sambærilegt í útlöndum? Til dæmis eins og það sem ert núna? Eru svona margir krakkar, mikil fjöldi sem sko, kemur og á svæðinu og leika sér og æfa og þess aftar? Nei, ekki aldrei. Við höfum alltaf sagt að ég og kona, sko, eins og við höfum alltaf komið hérna á sumrin og strákurinn alltaf farið beint í fótboltann í Gáa og allt, sko. Og þetta er hvergi jafn gott og hérna. Á Íslandi, við höfum bara ótrúlega gott. Íþróttalíf í Danmörku, unglingalega séð, það er sjálfboðaliða starf, sko. Það er bara mamma og pappa þjálfa og hvernig er að þjálfa þetta árið og svo bara, þetta er bara sjálfboðaliða hreyfing þannig séð. Og magnaður hvað það gengur vel í Danmörku þannig séð. En það er hvergi jafn flott að hérna. Nei, þannig að hér eru yfirleitt, sko, bara í öllum liðum eru sko lærðir þjálfarar. Ég sé það er bara fleiri á hérna hvern flokk og það er bara kannski það sem gerir okkur Íslendinga svona sérstöðu sem við eigum. Nú hefur náttúrulega höfuðstaðið okkur býsna vel í íþróttum undanfarin ár, handboltinn náttúrulega og fótboltinn, sko bæði kvenna og kalla. Finnurðu, er þetta umrætt í útlöndum? Alveg bara ótrúlega og sérstaklega náttúrulega eftir fótboltaævintýri náttúrulega ennþá meira, þá kannski kom meira svona hinn almenni Dani eða hvað og vissi ekki hvað hann lásist og verið, skilur við, þú veist, en náttúrulega handboltalega eru búin að vera á toppnum í sko 20 ára eða meira, skilur við, þannig að það er meiri þekkt stærð en að við séum líka farnir að gera þetta í fótbolta og körfubolta er náttúrulega bara stórkostlegt og þetta... Já, ég gleymdi körfubolta. Þetta vekur svaka athygli bara hvert sem þú ferð. Þannig að þessi litla þjóð er nú að gera oft skemmtilega hluti í þessum málum. Já, það er bara frábært. Og svo er landsliðið. Hvernig ertu staddur inn á landsliðið núna? Bara, ég er inni eins og skilur. Það verður að tala um að koma þessu gömlu út. Já, það er bara þannig og nei, það er náttúrulega bara búið að vera frábært tími og ég hef notið hvers einsta leiks og náttúrulega við náðum svaka hæðum þarna fyrir nokkrum árum. Við fengum þessar medaljur og öll framtíðarlandslið verða metin við þau landslið sem vinna þessar medaljur og það er alveg erfið spor að fylla út í og þú veist, núna eru útskiptingar í gangi, eða þú veist, það verður skipt út og það er bara verðugt verkefni og gaman að fá að taka þátt í því náttúrulega bara og svo bara kemur að skila keflinu. Þarftu að berjast fyrir stöðinni og þú ert í því? Já, sjálfsögðu, þú veist, það er bara, þannig virkar bara landslið. Lætur enginn lítinn kálf alltaf að stökkva inn í fyrir þig? Já, þú veist, það er bara óhjákvæmilega að kemur tímapunktur, skilur við, það sem það er bara að skila keflinu, það er bara, vonandi getur gert það bara að landslið er í frábæri stöðu, eins og við erum núna. Það er gríðarlega mikið talað um þetta og áhuginn er gríðarlega mikill á þessu öllu saman. Já, eins og segið, þú veist. Ertu stoppaður á götu? Bara svona almenningi? Sjálfsögur gerist það, skilur við. Sjálfsögur gerist það, sko. Náttúrulega aldrei meiri tala um handbolta en á Akureyri heldur en ég hef verið núna í sumarfríi þessa vikuna hérna eftir allt sem búið að gerast hérna. Ég hef aldrei talað jafn mikið um handbolta á einni viku hérna á Akureyri held ég allavega, þannig að það er spennandi tímar hérna. Snýst lífið þitt nánast eingöngu þetta eða hvað? Já, víst, óhjákvæmilega, þetta er vinna mín, skilur, þetta snýst bróðurparturinn af liðinu vinna, þannig sé, sko. En bara svona áhugamál önnur, hvað? Þú veist, það er kannski... Þetta golfi? Já, þú veist, ég var meira, ég vildi gæti verið meira. Ég vildi gæti verið meira í golfi, sko. Ég hef áhuga því. Já, þú er áhuga. Það er þannig ég hef áhuga því. Já, ertu góður í golfi? Nei, ekki nógu góður. Ertu góður í fótbolta? Var það. Ekki lengur, held ég. En þið náttúrulega á æfingum sér maður að landsliðið tekur svona uppbytun í fótbolta og slíku. Já. Það er alltaf öllum félagsliðum sem við erum í, það er ofta skemmtilegast, sko. Byggist svona lið eins og þú ert að vinna með núna í Álaborg, byggist það upp á stórum hluta á góðum liðsanda? Er hann góður? Já, hann er góður. Þú veist, það er alltaf höfðilegt að góðan landaði gengur vel, skilur við. Þú veist, það er þannig. Það gekk frábærlega okkur í vetur og, þú veist. Eru menn frá ýmsum löndum í þessu liði? Já, nú, þetta öll liðin sem ég verið í Danmörku og alltaf verið svona skandinavísk, þannig sé. Fáir utan að, þannig sé. Það var öðru sér kannski í Flensburg og í Fraklandi, sem var svona, allskyns þjóðir koma saman. Danir eru segir í handbolta? Frábærir og áhuginn er ótrúlegur.
Hvernig vinnudagur hjá þér? Það þú veist, bara missa hvort það sé 1 eða 2 æfingar á dag. 1 eða 2? 1 eða 2 og þú veist, ef 2 æfingar á dag, þá ertu ekki að gera mikið á milli, þú ert bara að hvíla þig og náður eftir fyrir og gera klára fyrir seinna æfinguna, sko. Já, og borða eitthvað kjart gott. Já, og svo eru fundir og svo er þetta ná í krakkana inn á skullakrökkunum þínu, skilur, skóla, æfingar og þetta bara eins og gengur að gera, skilur. Já. Svo koma alltaf dagar sem kannski frí daginn eftir leik eða eitthvað, skilur, sem öðruvísi, þannig að svo er þetta sjúkraþjálfun, þú ert að gera kláringar og þú veist, þetta bara... Og meiðsli? Þetta bara, já, þetta öðruvísi en þú veist, mjög finnst það frábært, þú veist, þetta allt annað heldur en að vera 8-6, skilur, já, 8-4 í vinnunni eða eitthvað. Já, og þetta ável við því sem sagt þessi tími og það allt saman? Já, auðvitað, þú veist, kannski, og kona mín líka að tala það, þú veist, það verður gaman þegar við getum fara að plana helgarnar okkar, skilur, þú veist, þegar við vitum að við eigum frí næstu helgi eða eitthvað. Sko, næsti vetur, þegar þú gengur inn í það, hvenær byrjar það aftur núna? Hvenær þarfst að vera mættur til Álaborgar? 20. júlí. 20. júlí, og verður frí þangað til? Já. Og þá ert að hamast þér við að pumpa og hlaupa og spila bolta og þar fram eftir gott. En svo landsliðið? Hvað staðan í því hjá þér? Við erum komin núna á EM í janúar og ég held að það er 1 vika í haust, held ég. Já, það er ekkert meira en það. Þannig að þú ert með hugann við Álaborg. Já, ekki núna er ég bara hugann hérna. Er einhver Íslendingar þarna? Fleiri? Aron Kristjáns þjálfarinn náttúrulega. Já. Og Janus Daði Smárason. Já, hann er þar. Þannig að það er fínt. Og hérna, er Aron viðurkenndur sem Íslendingur, sem þjálfari? Já, hann er náttúrulega ótrúlegum árangur í Danmörku. Ég held að hann hafi þjálfað þarna í 6 ár og orðið meistari í 4, sko, með 3 mismunandi liðum. Þannig að hann er mjög háttskrifaður og bara er frábær þjálfari. En hvernig snýr þetta fjölskyldunni, þessi, sko, flutningar og það þarf að setja í gám, þú ert að fara frá Frakklandi eitthvað annað og til Danmerkur og svo ert að fara frá Kaupmannahöfn til Álaborgar og hvernig, sko, hvernig tekur fjölskyldan þessu? Sko, börnin nýjan leikskóla, nýjan skóla, nýja vini, konan sem er á bakvið þetta allt saman, hún þarf að setja sig í ný spor endalaust. Það er náttúrulega, þú veist, það sker hans í hjarta á mér náttúrulega ofta þurfa að gera þetta, skilur við. Já. En svo er þetta bara eitthvað sem venst, skilur við, þú veist, börnum mín þau kunna þetta. Og strákurinn minn er búinn að gera þetta ofta og hann veit alveg hvað hann er að fara að gera, skilur við. Þú veist, hann kann þetta. Og konaðinn tekur alltaf þátt í þessu? Að sjálfsögðu, þú veist. Þið samþykkið þetta saman? Já, annars væri þetta ekki hægt, skilur við. Nei. Þú veist, ef maður var alltaf með konuna á bakinu og nettis ekki, skilur við, og þú veist, án þeirra, þú veist, styðjandi við mann, þá var þetta bara ekki hægt, skilur við. En svo kemur náttúrulega líka bara tími, sko, þú veist, þegar ég fer að klára þetta, þá þurfa aðeins að, þú veist, þá þarf ég kannski aðeins fara að geta tilbaka. Ég er búinn að draga þau að snæra í ykkur 14-15 ár, skilur við. Já, maður heyrir af því í sambandi við fótbolta hérna til dæmis á Akureyri, K.A. og Þór og það er að koma einhverjir nýjir menn inn í liði, jafnvel útlendingar koma með fjölskyldu, konur og svona og þá er svona spurningum, sko, hvernig þessu fólki er sinnt, hvernig konunni er sinnt og hver sér það og svona. Hvernig fer það fram? Er einhvern sem að segir, heyrðu, nú fer ég bara og næ í konuna og við förum eitthvað út og ég fer að sýna inn í bæinn eða eitthvað? Er það svoleiðis eitthvað? Það er kannski öðruvísi núna fyrir okkur að koma til Álaborgar núna þegar við erum, þú veist, yfir 30 í staðan fyrir kannski þegar við komum 20 til Magdeburgar í Austur-Þýskalandi, sko, alveg græna bak við erum og vissi ekki neitt, sko. Þú veist, þá þurfti náttúrulega aðeins að hugsa meira okkur, skilur. Og var það náttúrulega gert, sko, þú veist, núna bara vitum við hvernig það virkar og reddum okkur bara, skilur. En baklandið er alveg ótrúlega mikilvægt og ég er bara stálheppinn með mitt. Þegar þú ferð á milli liða, þá ertu keyptur vegna þess að menn þekkja manninn. Hvað hann hefur gert. Landsliðsmaður hefur gert þetta. Kemurðu bara með tandankassan inn á æfingu í fyrsta skipti? Það verður bara að gera það, skilur við. Þú veist, og það er eins og þetta. Þú veist, það er öðruvísi fyrir mig núna 32 ára og með þann feril sem ég haft heldur því ég mætti 20 á fyrstu æfinguna í Þýskalandi, sko, og þú veist, það var ekkert nema heimstjörnur þarna í liðinu. Þannig að maður var ekkert mikið að hafa sér frammi, þá var ég kannski ekki kassinn þannig, skilur. Nei. En þetta bara lærist, skilur, þetta verður bara öðruvísi, þú veist, þetta lærist bara. Það er þannig. Hvað laun? Ég ætla ekki að spyrja hvað þú hefur laun, en hefurðu góð laun?
Já, þú veist, það bara, þetta fleytt okkur fjölskyldunni bara í öll þessi ár og ekki þurft að hafa neina áhyggjur, skilur. Geturðu sparað? Já, get alveg sparað, en ég þarf sennilega að vinna, skilur. Já, þegar þú ert búinn, Þegar ég er búinn, ég ekki að fara að setjast með tæðnar upp í sófa, en sjálfsög gefur þetta vel, skilur. Já, sko, og allar þessar heimsstjörnur sem í þessu stóru liðum, það ná náttúrulega engum launum miðað við knattspyrnumenn. Nei, þetta nú samt orðið, skilur, þetta orðið betra hjá þessum stærstu liðum og stærstu leikmönnum, skilur, að þetta orðnir stóri kallar, sko. Já. Alveg þannig. Þannig að þetta allt í lagi. Já, þetta bara fínt, skilur, og þetta okkar eina, þú veist, tekjuliðið, þannig að það haldið okkur gangandi í. Hefur konan þín verið að vinna úti? Nei, aldrei. Hún hefur verið í skóla, mikið í skóla. Hún núna í mastersnámi í lögfræði og að klára það, þannig að hún geta einbeitt sér að því. Þið komið heim, lögfræðingur og viðskiptafræðingur? Já, vonandi. Stofnir bara lítið fyrirtæki? Heldurðu, hvað verður þegar þú kemur heim? Verður að spila með einhverju liði, svona gannivinnu eða svona ljúka þessu? Það náttúrulega bara stóra spurningi, skilur við. Núna náttúrulega, með hlutum sem í gangi á Akureyri í dag í handbolta, þetta náttúrulega orðið þrælspennandi og kitlar rosalega mikið. Ég skal bara viðurkenna það alveg. Mundu við flytja til Akureyri? Það líka spurning, skilur við. Við getum ekki sagt það, verðum við búin áfram í Danmörku, skilur við. Við erum búin að vera í 7 ár. Já, og líka vel? Líka frábælega og við sem fjölskylda höfum aldrei búið á Íslandi, sko. Þannig að bæði börn okkar fædd úti, þannig að við þekkjum það ekki. Og hvort það Akureyri, Reykjavík eða hvað, sko. Eru þið fann að hugsa þetta? Já, auðvitað hugsa maður aðeins, tölvum þetta og allt svoleiðis, en draumurinn að koma norður, ég viðurkenni það, en það verður bara að sjá hvað verður. Ég ætla þá mér sko að stiga mynda þér þegar þú kemur norður. Góður. Þarra. Arnór Atlason. Gestur.